Komiði sæl, kæru gestir, og verið velkomin á leik IA og Fjölnis í síðustu umferðinni í fyrstu deild karla í körfubolta. Ég ætla að fá að kynna hérna fyrir ykkur fyrst dómaraleiksins. Þeir heita Jóhannes Páll Friðriksson og Friðrik Árnason. Lið Fjölnis er þannig skipað að númer 5 er Sigmar Björnsson, númer 6 Elvar Sigursson, númer 7 Alexander Þórn Hafþórsson, númer 8 Þorgeir F. Gíslason, númer 10 Davíð Magnússon, númer 11 Róbert Sigursson, númer 13 Hreiðar B. Vilhjálmsson, númer 23 er Garðar Sveinbjörnsson, númer 24 er Colin Pryor, númer 31 er Helgi Hrafn Halldórsson, númer 33 er Bergþór Æ. Ríkarsson og númer 91 er Hjalti Þór Vilhjálmsson. Þjálfari Fjölnis er Hjalti Þór Vilhjálmsson og honum til aðstoðar er Helgi Hrafn Halldórsson. Þá að liði Skagamanna sem í kvöld er skipað þannig að númer 4 er Guðbjartur Máni Gíslason, númer 5 er Elías Björn Björnsson, númer 6 er Kasper Sareba, númer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, númer 8 Áskell Jónsson, númer 9 Ármann Örn Vilbergsson, númer 10 Derek Sjás, númer 11 Þorsteinn Helgason, númer 12 Sindri Levi Ingason, númer 13 Andri Jökulsson, númer 14 Jón Orri Kristjánsson sem jafnframt er fyrirliði og númer 15 er Sigurður Rúnar Sigursson. Þjálfari Skagamanna er Jón Þór Þórðarsson og aðstoðarþjálfari Stefán Jóhann Hreinsson. Nú ætla ég að biðja ykkur að hjálpa mér að taka vel á móti minniboltakrökkunum hjá IA sem ætla að hlaupa hér inn á völlinn og við ætlum að klappa vel fyrir þeim. Þau tóku þátt í nettómótinu í Reykjanesbæ liðna helgi og stóðu sig frábærlega og voru bæjarfélaginu og íþróttafélaginu til mikil sóma. Þetta er stór og föngulegur hópur að verða hjá okkur í Körfuknattleiksfélaginu. Framtíðin er björt í körfunni á Skaganum, það er nokkuð ljóst. Að því sögðu ætla ég að bara óska ykkur góðrar skemmtunar og njóta þessa síðasta leiks hér í vetur. Áfram Skagamenn!
Jæja, gott kvöld og verið velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Við ætlum að fara að fylgjast með leik IA og Fjölnis í fyrstu deild karla í körfuboltaleik og liðin voru kynnt hér áðan. Ég vona að það hefði skilað sér vel heim í stofu en þessi leikur skiptir liðin svona mismiklu máli. Colin Pryor tekur uppkastið. Fjölnir með sigri í kvöld tryggir annarsætið í annari deild sem er þá heimileikir réttur í úrslitakeppni. Það er ákaflega mikilvægt. Colin Pryor komin í dauðafæri og skorar auðvitað. Skagamenn hins vegar eiga möguleika á því að jafna við Vestra í FSU í 7. sæti og fara þannig upp fyrir þá ef ég er ekki þeim mun verra að mér í tölunum. Hér hjá mér situr Hannibal Hauksson. Blessaður. Sæll Hannibal og velkomin. Takk. Leikurinn svona rúlar rólega á stað. Ég var að tala möguleika liðana fyrir þennan leik. Já. Að Fjölnir með sigri tryggir annarsætið í deildinni. Já. Og það sem að þeir eru innbyrðis viðureign á Val sem á 2 leiki eftir. Akkurat. Á samaskapi geta Skagamenn jafnað FSU að stigum og farið þá upp fyrir þá á innbyrðis viðureign, ekki rétt? Jú, hárrétt. Og líka athyglisvert með viðureignir Vals og Fjölnis hingað til í þessu tímabili að allir leikir hafa unnist útivelli, þannig að já, ok. Já, það er nefnilega mjög áhugavert. Þannig að Skagamenn komnir í sókn. Jón Orri fær boltan undir, reynir að koma honum á Sigga, hann endar hjá Áskeli. Áskell neglir honum út fyrir Björn, nær að bjarga sig hver á þennan. Það eru Fjölnismenn. Smá skjálfti í þessu okkar mönnum til að byrja með. Hér er Colin Pryor að koma sér í færi. Já, það gengur ekki. Áskell keyrir upp, þeir eru 4-2. Derek kemur honum á Björn Steinar sem að fiskar villuna og villan dæmd, var það ekki á Garðar eða eitthvað? Sýndist það? Sýndist það, já. Og Bjössi fer á línuna. Það var villa á númer 2. Það er eitthvað villast á töflunni hjá okkar manni. Já, setur setna niður. Staðan 2-1. Garðar brýst inn að körfunni, fær villu dæmda á Björn Steinar. Björn Steinar er nú búinn að vera að happa fengur fyrir Skagamenn í vetur. Heldur betur. Munar reynslu mikla menn inn í þennan hóp. Já. Garðar á línni, hann er feikilega öruggur. Hann er svolítið hittinn. Sem er mjög gott þegar maður er í körfubolta. Það er ekki verra. Nei. Já, alveg raglegt hann í. Siggi fann að pointa, nei. Hann ólst nú upp sem leikstjórnandi í yngri flokkum félagsins. Þannig að boltinn getur verið á verri stöðum með þetta. Stólinn bolti og Robert náði ekki að klára. Nei, 2 skot. Það er þessi 2 lið eiga sér til að vera sögu síðustu ár. Já, það var mikið verið í því að mætast. Heldur betur. Í deild og úrslitakeppni og ekki síður í bikar. Já, það er eiginlega alveg ótrúlegt hvað þessi lið hafa mæst oft og enda erum við orðnir góðkunningjar
Fjölnismanna og sóknarleikurinn ekki að fara vel á stað hjá Skagamönnum og Fjölnir eins og þeirra von að vísa keyra upp hraðan. Það mætti halda að þetta hefði verið endurtekið nema hann hitti núna, þannig að þetta var ekki endurtekið, þetta var að gerast í alvörunni. Það er rétt. Nákvæmlega eins og áðan. Til Steinar og Siggi að reyna að spila hana, Jón fær boltan á Colin og hann djöflast fram hjá honum, glæsilega gert í Jóni. Reynslu Karfa. Talandi happafengi, þetta er náttúrulega Jón Orri Skagamaður í húð og hár, alinn hér upp og steig sín fyrstu skref en fór í ferðalag hérna upp um deildir og átti mjög farsælan feril þar bæði með KR og Stjörninu og Þór Akureyri mitt. Tók líka smá IR. Já, það var vinsælt á sínum tíma. Björn Steinar með þrist, hittir ekki, stuttur, Garðar nær frákastinu, kemur hann á Róbert keyrir, nær ekki, þetta var góð verið til að skila, stóð bara hérna, þetta er ekki A-leit, ok. Fyrir þristinn og beint í. Hvað myndir þú segja um framistöðu Dereks í vetur? Er hann ekki finnst hann standa undir væntingum þarna? Já, heldur betur, hann er náttúrulega hæstur í öllum tölfræðiþáttum, svona öllum helstu tölfræðiþáttum í liðinu, hann er að skora mest, hann er með 25,5 stig með heldur leik. Taka 9,3 frákastigi og 5,5 stóðsendingar, ég held að það sé vel ásættanlegt. Bergþór setti þarna þrist. Já, hann hefur hérna verið margoft nálægt í að já, velgert, Áskell svarar. Þetta er eitthvað þryggjastega frá Áskell til tveggjastega leikur, þetta er bara ein Karfa. Það er nefnilega, sko, Derek er kannski ekkert svona, hann er ekki svona amerísku leikmaður sem að svona, hvað maður að segja, ber mikið á þannig séð en ef við skoðum tölurnar hans að hann hefur trekk í trekk verið mjög nálægt í að skora þrefalda tvennu. Já, og tekur ekkert frá neinum, hann bara bætir mennin í kringu sig, þannig að Colin með góðan snúning, Siggi brýtur á honum. Já, það er nefnilega það sem er að hérna margir sem að vilja sjá ameríska leikmenn sem að svona heilla mann alveg upp úr skónum bara í hverri sókn. Við höfum alveg séð svoleiðis leikmenn hér á Skaganum líka. En þessi tvö lið sem eru að keppa í kvöld, Fjölnir og þau eru kannski geta bæðið mitt státað af svona erlendur leikmanni sem eru bara að bæta liðið í heild sinni en ekkert að taka neitt frá neinum. Það er algjörlega rétt. Colin er náttúrulega búinn að vera lengi á Íslandi og hérna lengi með FSU og eins með Fjölni í nokkur ár og hérna smell passar í rauninni í lið og það er nefnilega kannski vannfundnir oft þessir erlendu leikmenn sem að verða hreinlega bara partur af liði. Já, og bara partur af félaginu. Ég held að Colin sé alveg toppnáingi innan sem utan allar og mikil happafengur fyrir Fjölnir að hafa fengið hann. Já, alveg klálega. Líka með reynslu og hefur spilað á háu stíu og þekkir íslenska körfubolta gríðarlega vel. Já. Já, við erum sem sagt á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og hér er Colin að fara á vítalínuna. Tvö skot. En það er einmitt þess að við vorum að ræða með svona þessar típur af erlendu leikmennu sem að þeir báðir eru svona smetla inn í einmitt lið og verða svona liðsmenn, klúbbmenn. Þannig að það er eitt sem að fáir sjá hérna sem að mæta á leiki, þeir sjá ekki hvað gerist á milli leikja á æfingum. Þannig að Ármann Vilbergs kominn inn á það sem gerist á æfingum og utan æfinga og Andri beint upp í þrist, nýkominn inn á, nær ekki, Siggi berjast frákastið, nær ekki, Róbert Bergþór keyrir inn að körfunni, nær Jón á að hindra hann. Hér er Ármann. Það fyrir að tala Derek líka, hann styrkur með sér það, hann er að taka mikið af varnarfrákastum og keyra beint upp boltan, það er gríðarlegur styrkur. Einmitt.
Það var það sem okkur Ármann í langan þrist og að sjálfsög þessi var Sunnan og Grindavík, það er bara svoleiðis. Það er mynd þarna sem er út næst Grindavík hérna. Já. Róbert og Colin að spila saman. Róbert er í erfitt skot og skila því niður. Það verður að segjast, Fjölnisliðið hefur, mér er alltaf þótt svolítið skemmtilegt að horfa á Fjölnisliðið. Já. Þetta eru náttúrulega ofboðslega vel þjálfaðir strákar í fanta formi, hlaupa mikið, spila hratt. Siggi með slaka sendingu, Colin og nú heldum við allihjúpi, já. Colin hú. En ég ætla að segja þess að Hjalta, hann átti að gera þekkir sem strákum og þjálfaði mörg ár og það hljóta hafa verið vonbrigði fyrir Fjölni að komast ekki upp í fyrra. Já, ég held að voru með tögl og haldir gegn Skallagrími í úrslita römmunni. Já. Þetta er náttúrulega klúbbur sem ætla sér að vera í Dominos alltaf, sko. Já. Það var náttúrulega lenduður ekki í því fyrra að hann meiddist í leik númer 2 frekar en 3. Hvað heitir hann aftur strákurinn sem var vanalega að spila í númer 91? Egill, alveg rétt, hann meiddist á ökkla ef ég maður rétt. Já, ég held að þetta og eftir það þá einhvern veginn náði Skallagrímur að snúa þessu öllu saman sér í vil. Já. Og nú vantar einhverja hjálp. Andri Fjölnismaðurinn fyrrverandi. Já. Það er mér finnst gaman að því þegar að svona ungi strákar sem að er óþolinmóðir að komast í meistaraflokks körfubolta að þeir bara leggja í það, fara út á land þó að sé nú ekki langt upp á Skaga en þá eru margir sem setja það fyrir sig. Já. Kjósa frekar að setja á bekknum eða vera jafnvel út úr hóp og Ármann aftur í þriðst gengur ekki. Ég heyrði það. Já. Þannig að þetta er að mörguleiti mjög skynsamlegt. Og hér kemur þryggjastæð skot, þeir ná frákastinu, Siggi náði ekki að teygja sig í hann hana. Þetta var Alexander Bergþór í þrist og setur að Fjölnismenn er að skjóta hitta svona 32% þryggjastæð skot og meðan að er að hitta 28 á tímabilinu þannig að glæsileg hreyfing hjá Derek og sterkur hana. Já, það er náttúrulega gríðarlegur munur á þessum tveimur liðum. Á sama tíma líka eins og með Preyjar sko að Fjölnisliðið er með 57% tveggjastaðnýtingu og hann er náttúrulega að spila mjög stórt hlutverk þar. Já, Ármann setta núna dagur. Já, þetta var grindvíst hraðupphlaup. Var aðeins svo nálægt. Það hefur sennilega verið málið. Þá er það Bergþór Colin, hann tekur þessi ekki mikið. Nei. Hann gæti það öllust. Róbert, ég hef svona nettar áhyggjur að því mér hef fundist vörnin ekki alveg komin. Nei, þetta var skreflíkt að þessum maður. En allavega endaði í réttum höndum að það jafnast allt út. Já. Róbert er einmitt mjög mikilvæg fyrir Fjölnislið, hann er að skora 19,4 stig í leik og hann er mínútuhestur í liðinu sem er ekki algengt í íslenskum körfubolta, þessi íslenski leikmenn mínútuhestur. Vel gert Jón Orri, frábært frákast þarna. Stoppa klukkuna. Stoppa klukkuna. Ingi Maggi. Það fór nokkra sekundur þarna. Ja. Heldar hafi verið 7. Hann getur breytt í, en ég veit ekki hvort hann hefur reynslinu það. Dómararnir bregða þá og það væntanlega á þar á að telja. Skipting hjá Skagamönnum. Hér er komin inn á ungur borgnesingur Elías Björn Björnsson og Guðbjartur Máni, númer 4. Jón Orri og Siggi út af lítið lið inn á til þess að gera. Derek fær kuld
Björn Steinar kominn aftur inn á. Ármann eftir erfiðu sóknarleikur. Það er eitthvað, það vantar eitthvað pínu svona næsta. Þarna var villa á Guðbjart sýndist mér. Já. Þetta var rétt dæmt. Sjáum að Breiðablik er að vinna Höttastur á Egilsstöðum. Valur er 24-11 yfir á móti Vestra. Og FSU er að þeir eru bara að slátra Hamri og hafa af okkur 7. sætið, sýnist mér. Ármann með boltan. Þeir eru að spila svæðisvörn, sýnist mér, Fjölnismenn. Andri Galopin. 3-2, Andri Galopin nær ekki að setja. Guðbjartur nær ekki frákastinu. Bara einhvern veginn sogaðist að Freyjar. Colin nær að bæðlast inn að körfunni, nær ekki að klára það og hvað gerist? Þarna endar þetta bara með innkasti sem Skagamenn eiga. Elías kemur honum á Guðbjart. Guðbjartur og þau að láta bara boltan vinna. Elías inn á high post. Hvað ætlar hann að gera? Hann postar ekki upp þarna á móti Colin Bræðar. Bergþór þarna á villa og hann er ekki búinn að gefa til kynna að Karfa góð. Jú, hann gerði það þarna. Karfa góð var það. Hér er að koma inn á leikmaður nr. 8, Þorgeir Gíslason fyrir Fjölni. Með honum inn á eru Elvar Sigursson, Róbert Sigursson og einnig var hér að koma inn á Hreiðar Bjarki. Elías, nú við erum að vera ákveðin strákur. Andri fær boltan, það er erfiðleikar í sóknarleiknum. Andri keyrir og fær villu. Villa dæmd á Þorgeir. Andri misnotar vítið. Einhver treyða núna hjá Skaganum. En sko við megum náttúrulega ekki gleyma því að Skagaliðið er óreint í vetur og það er verið að gefa strákum og Hreiðar Bjarki setur þrist og það var bara bösser. Staðan 29-15 að loknum fyrsta leikluta. Við ætlum að hlaupa hérna yfir stigahæstu menn. Hjá heimamönnum er Derek Sjás með 5 stig, Áskell Jóns, Ármann Örn Vilbergsson með 3, báðir 2, Jón Orri með 2 og Björn Steinar Brynjarsson ásamt fleirum með 1 stig. Hjá Fjölni er Colin Pryor að eiga stórleik nú þegar með 10 stig, Bergþór Ægir er með 8, Róbert og Garðar með sinnkvor 4 stigin. Frákasta hæstir í leiknum eru þeir Jón Orri Kristjánsson og Colin Pryor með 4 hvor. Eins eru Derek Sjás og Garðar Sigursson með sinnkvor 3. Róbert Sigursson kom með 6 stóðsendingar eftir fyrsta leiklutan hér og það er vel að sé vikið hjá Róberti, það verður að segjast algjörlega eins og er.
Já, þá byrjum við leikluta nr. 2, slagan 29-15 fyrir Fjölni og hér eru ennþá inn á þeir Guðbjartur og Elías, Björn Steinar, Derek Sjáskoðan inn á, Andri fær boltan, hittir ekki, Garðar með frákastið og það sjálfsögðu keyra félagsmenn, þeir eru vanið því. Elvar kemur honum inn á Colin, þá er það Þorgeir, misnóta þryggjastæðskot, Derek með frákastið. Og Andri með slæma sendingu, Hreiðar ætla að tróða, hafði það ekki af. Vantar einhvern neista í Skagamenn, þeir verða, já, flottu Bjössi, vel gert, keyrir þarna inn á körfunni, þetta vantar bara ákveðni og það er fínt að eldri mennirnir ætla að sína smá fordæmi fyrir þessa ungu strákar sem þarna er inn á. Ágættistölulega Þorgeiri, náði ekki að skila inn yfir, Derek Sjás fær pikk þarna, kemur honum á Elías, hann á Guðbjart Mána sem fer í þrist, hittir ekki. Ágættistilraun og vel gert þarna hjá Elvari Sigurðssoni, brýst inn að körfunni og skorar á harðfylgi. Fjölnismenn ætla sér að bara hirða þetta annað sæti og vera ekkert að þurfa að treysta á vestramenn í dag og morgun. Hreiðar kemur honum inn á Þorgeir, hann á Garðar. Colin Pryor, hann ætlar að halda áfram, hittir ekki en nær frákastinu sjálfur og skorar. Skagamönnum hefur oftar en ekki gengið illa með margnefndan Colin Pryor. Hvort sem að það var hjá FSU eða Fjölni. Hvað er að gerast hér? Innkast sem Skagamönnum er dæmt. Þá koma þeir Jón Orri Kristjánsson og Áskill Jónsson inn á að nýju og einnig Alexander Hafþórsson fyrir Fjölni. Það voru Skagamenn með reynt lið inn á fyrir utan Elías Björn sem fær verðmætar mínútur með sér reyndari mönnum. Fjölnismenn afturkomnir í svæðisvörn með því með best veit. Áskell kemur á móti á Björn Steinar, Björn upp í skot, hittir ekki, hann þurfti að skjóta hana. Hreiðar kemur á ferðinni, þeir ætla ekki að gefa Skagamönnum neina hvíldir yfir kvöld, það er bara greinlegt. Ekkert frekar en venjulega, Hreiðar eykur muninn í 20 stig, Fjölnir með hana leik í hendi sér eins og er. Björn Steinar afturinn á Áskell, Áskell klárar vel. Þurfum að fá smá kraft í varnarleikinn ef við ætlum að snúa þessu við og ná að klára hennar leik sómasamlega. Þetta er síðasti séns í vetur. Það þýðir ekkert að vera eitthvað litlir í sér núna. Elvar reynar konum inn og Þorgeir gengur ekki. En Alexander kemur honum inn á Þorgeir og hann hittir ekki og Garðar upp í þrist, hittir ekki. Jæja, þarna náður allavega ekki að finna gott færi. Derek og Jón gefur honum pikk, Elías í horninu og hann fer í þrist og glæsilega gert Elías. Eins og ég segi, verðmætar mínútur fyrir svona strák. Við erum ekki búin að sjá nóg af honum og Guðbjarti í vetur. Þeir hafa verið uppteknir með sínum yngri flokki í Borgarnesi. Þeir eru hér á venstrarsamningi sem að væntanlega er runnin út af sjálfu sér þessum Skallagrímur fjallur úr stöndinni núna fyrir í vikunni. Ármann kemur aftur inn fyrir Elías og Elías fær föðulegt spjall frá Jóni Þór. Já, Hreiðar keyrir hér af krafti á Ármann, kemur sér í vandræði bara hreinlega. Ármann keyrir upp völlinn, ætlar sér í þrist, Björn kemur honum á skila sem keyrir inn að körfunni og þar er Ármann, kemur frábær boltarhreyfing hjá Skaganum sem endar með 3 stiga körfu hjá Derek Sjás.
Frábærlega gert þarna, munurinn skyndilega orðinn 12 stig. Þetta er fljótt að gerast. Nokkuð stopp og góða sóknir og þá bara eru hlutinni fljótur að breytast í körfubolta en Elvar ætlar að reyna að svara, nærði ekki. Björn Steinar með frákastið. Já, og hvað gerum við nú? Kemur hún á Derek og hann með aftur fyrir baka á Áskell. Hann hefur þetta að setja þennan maður. Jón Orri kemur hún aftur út á Áskell, hann á Derek í horninu og hann keyrir í stertina körfunni og klárar. 10 stiga munur. Hann var 20 stig í stöðunni 37-17 og þá kemur 10-0 kafli hjá Skaganum. Hjalti hlýtur að vera fann að velta fyrir sér leiklíði og Derek stelur sendingunni og ætlar að klára þetta, nærði ekki, nær sér í auka frákast og villu. Já, Hannibal, þú ert komin aftur. Ég kom aftur. Hérna, það er frábær kafli búinn að eiga sér stað hérna á Skaganum. Staðan var 37-17 og þeir náðu á stuttum tíma að breyta því 37-27, þannig að það er neisti að kvikna í heimamönnum. Það verður gaman að sjá hvernig það spilast úr því. Það er spurning hvort þið farið bara að panta fleiri pizzur. Það er góð spurning. Það er vel mætti í húsi og ég er ekki frá því að hérna séu sletti af fólki úr gráinum sem fylgir sínu liði. Þeir eru nú yfirleitt duglegir í því. Það er náttúrulega helling undir fyrir Fjölni að vinna þennan leik til þess að tryggja þetta annars sæti. Þá er þið búin að tryggja sér náttúrulega heimileikréttinn í úrslitaríminu eða fara þangað. Algjörlega. Ég ræddi einmitt við Hjalta hérna fyrir leik og það var alveg að heyra á honum að þeir gerðu sér grein fyrir mikilvæginu að sko þeir eru með innbyrðis viðurinn á Val. Já. Þannig að með sigri að þá tryggja þeir annarsæti og það er það sem þeir náttúrulega stefna á. Akkurat, það er pínu last á þessar loka umferð að Valur skulle spila þessar 2 leiki. Já. Svona og annar leikurinn er spilaði daginn eftir sko. Já. Sjáum ef við förum með í stöðu annar leiki að Höttur er komin 3 stigum yfir á móti Breiðabliki. 65-62 er staðan það núna. Vestri Valur 22-33 og hvað er meira? FSU er bara að rótbusta Hamar 41-26. Þannig að við verðum sennilega að setja okkur 8. sæti í vetur. Já, Derek setti bæði skotin yfir hann að... Já. Flott spilað. Og kurvar hérna á ferðinni. Þetta var hann garðar eftir frábæra sendingu frá Colin. En það er kannski verðt að athuga það að hérna í þessum kafla sem Skaginn átti núna rétt í þessu var Colin Pryor utan vallar. Já. Hann garðar fær villu og Derek fer þá á línuna. Það hefur verið virkilega gaman að fylgjast með samspilinu hjá Áskell og Ármanni í vetur. Þeir ná gríðarlega vel saman. Algjörlega. Derek setur fyrir að víti niður og minnka munin í 9 stig. 9 stig. Og seinna. Það verður gaman að sjá í sumar hérna hvað Skagamenn gera varðandi bandaríska leikmann. Ég veit að það hefur verið gríðarlega ánægja með störf Dereks í vetur. Já. Innan sem utanvallar og ekki síst utanvallar. Þetta er ofboðslega góður drengur og það verður gaman að sjá hvort að hann sé búinn að vinna sér inn traust stjórnar og þjálfara. Þetta er náttúrulega svona, eins og við vitum, það verður pínu skrýtnar aðstæður að vera í fyrir hann að vera í þessu liði núna á þessum tíma. Það er mikil umbreyttur tími og mörg ný andlit í hóp og oft fá eldri andlit á æfingum eins og þekkjum, en þannig að það er ákveðin karakter í þetta. Já, þetta er örugglega ekki fyrir hvað sem er, þetta er frábærlega gert hjá Áskilji. En nú þurfum við að halda árum að fá stopp hérna, koma aðeins nær. En Colin kemur hann hér á Róbert feikar, kemur honum á Elvar
Elvar tekur snúning og upp og skora. Þetta frábærlega gert hjá honum. 45-33, þeir halda þessu í þessum 10-12 stigum núna. Akkurat. Björn með Róbert á sér, hann á hann bara að klára þetta. Það stólinn bolti og Ármann brýtur, þetta skynsamlega gert. Og það leikhlé. Þá ætla ég að stökkva Ganni yfir stigahæstu menn, svona þegar 3 mínútur eftir af öðrum leikhluta. Þar hjá Skagamönnum Derek Sjás búinn að bæta verulega í og með 14 stig. Honum næstur Áskell Jónsson með 7 stig. Björn Steinar, Ármann og Elías allir með 3. Hjá Fjölni Colin Pryor sem fyrr stigahæstur með 14 stig. Garðar og Bergþór báðu með 8. Reiðar Bjarki kom sterkur inn á í þessum áðan og með 7 stig og Róbert með 4. Frákastahæstur í leiknum hingað til Garðar með 7, Jón Orri með 6 og Colin og Derek með sikkur 5. Þeir eru eiga bara nánast svona identical leiki fyrir utan það að Derek með 2 stóðsendingar en Colin ekki. Colin allavega pottið með 1. Já, Pryor fær hann inn, Siggi Rúnar að stoppa hann. Tekur baseline jumperinn sinn, dugir ekki. Derek kemur upp með boltan. Missir hann frá sér og missir hann alveg. Colin, hann fer sjálfur, vær villun á Andra og skorar. Já. Getur við. 1 víti, já. Það í lagi. 47-33 fyrir Fjölni og það er ekki góða frétti fyrir IA því að í þessum 6 leikjum sem IA hefur unnið í vetur hafa 5 sinnum verið yfir í hálfleik og 1 sem verið jafnt, þannig þeir hafa aldrei unnið í vetur þegar þeir eru undir í hálfleik. Nei. Þannig að ef þeir verið undir í dag þá var þetta síðasti sénsinn á þessu tímabili þess að breyta þeirri tölfræði. Hér Andri fyrir innan. 2 stig. 2 stig. Þannig var Elvar fyrir einhverjum hjaski og Sindri Levi kemur inn á í fyrsta skipti í kvöld fyrir Ármann. Bergþór kemur á Colin. Gal opnar henni hotnið. Derek tekur frákastið. Andri kemur boltanum henni að Sigga. Skeli gott skot og þetta honi 3 stig. Þetta 10 stiga leikur. Já, þetta ég veit ekki hvort að við erum með tölfræði yfir það með þessa sigurleiki í aðeins hvað þeir hafa fengið á sig af stigum í þeim leikjum sem þeir hafa unnið. Já. Nei, ég er ekki með það. Nei, en það ég stórefa það að það sé undir 100 stigum. Já. Eða yfir 100 stigum segi ég. Að það stefnir í 100 stiga leik eins og staðan núna hjá Fjölni. Akkurat. Það einfallega mikið fyrir þetta Skagalið held ég. En ungu strákarnir að fá mínútur, sjáum hérna kemur Kasper Sareba, strákur í 10. bekk. Akkurat. Númer 6. Og eins og ég sagði á hann að þessi strákar séu nú að þeir fá þessar mínútur lætur Andri stela boltanum Siggi Rúnar nær honum höldum honum nú strákar, já, flott. Að fyrir þess ungu stráka að fá mínútur svona mínútur í fyrri hálfleik með reyndari mönnum með sér inn á í alvöru körfubolta. Einmitt, Sindri frábælega gert. Sindri hefur vaxið svakalega á þessu tímabili. Já, en okkur vantar að svo það algjörlega verið Colin langt fyrstu fram. Já. Það fylgist með konur í 50 stíðin. Já. Elvar setur pressu á Derek, hann
Hann stendur undir henni. Sindri Andri, hann fer í skot, hittir ekki. Bergþór kom ekki við hann að mæta dómarana og það hlýtur að vera rétt. Kemur leikmaður nummer 5 inn á í fyrsta sinn í kvöld ef ég man rétt, Sigmar Jóhann Bjarnason. Þannig að það er ágætis rótering á báðum liðum. Það Skagamönnum er einungis einn leikmaður sem hefur ekki komið inn á ennþá, þeim er frábært. Þetta er svona merki hvað er raunverulega gerast hjá IA. Akkurat. Og Róbert með frábært gegnum brot, ekki sáttur, vildi fá villu að auki og leik lokið í fyrri hálfleik. Þá eldsnöggt skulum við kíkja á aftur stigahæstu menn hjá Fjölni er Colin Bræður með 19 stig, frábær fyrri hálfleikur í honum. Garðar og Bergþór með 8 og Hreiðar 7 og Róbert 4. Hjá Skagamönnum er Derek með 14, Áskell 10 og síðan er það Björn Steinar, Ármann og Andri með 3 stig. 40-52 hálfleik. Yes. Munum við fá að sjá dansatriði frá dansstúdíu í Ísland fyrir aðeins. Það eru þessar og líka stelpur sem ætla að sýna okkur dans sem er að æfa að undanförnu. Við skulum taka einu og móti þeim þegar það er stíga hérna út á gólfið. Eins hefur við vonast til að ísundar og öllítið svíkjaftar. Þannig að það er kannski ekki úr í að fá dansstættið sem Kristján og Rolf. Og þá getur við kíkt á bítsýndar á eftir.
bara steinklemmt. Ég veit ekki hvað með þetta. Jæja, gott fólk, við erum komin aftur hérna hjá IA TV í samstarfi við Onnus Akranesi. Við erum að fylgjast með leik IA og Fjölnis í síðustu umferðinni í fyrstu deildinni í körfubolta. Hannibal, þú sem ert minn helsti sérfræðingur íslenskan körfubolta, hvernig finnst þér fyrst þessi leikur vera að spilast? Kemur þér eitthvað óvart? Sko, varandi þetta IA-lið, þannig að kemur það eiginlega alltaf á óvart, því þú veist aldrei hvaða IA-lið þú ætti að fara að sjá. En mér finnst þér hafa staðið sem bara, eiginlega bara jafnvel ættu vona og vörðni kannski aðeins lakar ef við miðum til þessum síðasta leik þar sem við vorum að spila á móti Val. Já. Þar var vörðni mjög góð. En 52 stig á síðan hálfleik er of mikið á meðan að 40 stig skorið er allt í lagi. Ég hugsa að Fjölnismenn hafi viljað halda þeim í færri stigum, ég held að á saman tíma Fjölnis sáttu með þetta, en náttúrulega þessi tvei leikir sem eru búin að vera milli þessa liða hafa verið svart og hvítt. Leikurinn sem var hérna þar sem Fjölnir vinnur með einu stig í leik sem að IA eiginlega tapaði upp í hendunar á Fjölni versus það að svo rúllar Fjölnir okkur upp í Gráu. Akkurat. Ég heldur endur að það hafi verið tímasetningin á þeim leik sem fór illa okkur með þetta. Við erum með marga menn sem eru vanir klukkan 19:15 og það fór ekki jafn vel í alla. En hérna það er náttúrulega í rauninni fátt sem kemur á óvart þannig eins og í leik Fjölnis, þeir vilja keyra hratt. Í rauninni og Fjölnismenn náttúrulega vantar allavega 2-3 menn frá því í síðasta leik. Já. Og hann náttúrulega skar fyrir skildi að Markus Óliver er ekki með hjá þeim. Já, og eins Egill og svo náttúrulega líka hann Þorsteinn Gunnlaugsson. Já, akkurat. Þannig skar fyrir skildi og ég verði að lýsa vonbrigðum mínum með eitt að eins og heyrðist í kynningu á liðunum á hann að þá er leikmaður á skránum í 91 hjá Fjölni, Hjalti nokkur Viljánsson. Já. Og ég get ekki séð að hann hafi farið í búning, ég er eiginlega svektastur með það. Allavega ef hann ákom inn þá er hann lengi að græða sig. Alltaf sé var hann í gallabuxum á þér. Já, við nefnum fáum eitthvað svona bíómyndamoment þar sem hann hverfur af bekknum í einhvers tíðan í fjórðuleiklutanum og kemur út til þess að bjarga sínum mönnum og hér er frábær Róbert, hann hefur meiðst, þetta lítur ekki vel út. Hvað er að gerast? Þetta er ekki gaman að sjá. Frábær hreyfing hjá Róberti og leikklukkan. Þetta lítur ekki vel út. Nei, hvað er hann að öklin á honum? Hann virðist sárkvalinn strákurinn, en þetta er synd, þetta var virkilega vel sótt 2 stig hjá honum og ekki er þetta tímasetningin sem við vilja sjá lykilmenn í svona liði lenda í vondum meiðslum, af því að nú er bara úrslitakeppnin handað með hornið. Heldur betur að Róbert náttúrulega gríðarlega mikilvægur í þessu Fjölnisliði. Já. Eins og ég sagði áðan, hann er mínútuhæstur í liðinu og hann tekur flest tryggjastegarskot í leik hjá þessu liði. Það er rétt. Og stóðsendingahári í þokkabót. En þá fer leikurinn að rúlla á stað nýju. Búið að laga leikklukkuna. Og Skagamenn eiga innkast undir körfunni hjá sér. Áskell tekur hann upp. Og hann vill yfirleitt fá bara að fara bara sjálfur með hann, ekkert vesen. Frábær sending hjá Áskelli hérna inn á Jón Orra, virkilega smekklega gert. Sko, Áskell er klárlega og hefur verið í mjög mörg ár okkar frambærilegasti, kannski hallar á aðra að ég segja, einn af okkar frambærilegustu körfuboltamenni hérna á Akranesi. Heldur betur. Og sko Áskell í formi vil ég meina úrvalsdeildarkalibur. Heldur betur, alveg sammála því.
Ég held að svona þeir sem þekkja til hans, hann vel skólaður frá honum Brynjar Karli, alveg klárt. En hefur Ármann og menn henda sér það er skæðin á innkastið. Það morgunljóst. En hann áðan ég held líka að hann verið villa, ég held að Bjössi hann tekur ekki airból sko. Nei. Ef ég væri dómari og kemur airból þá myndi ég bara vita að það verið villa. Þristur frá Ármann úr horninu, þetta er... Þristur í Ármanni? Já. Klæsilegt. Þetta er 11 stiga leikur. Stólinn bolti á Derek, þetta er hans vörn. Vill á gólfinu, þannig að það er bara innkast. Já, við Derek með 3 stiga skot, örlítið og stuttur. Jónur hafa verið brjálaður út í hann takkt að dripp þarna þegar hann sá hún á stóðsendingu. Ja, Fjölnismenn kom honum aftur í gang. Þetta er að farfa hjá Fjölni. Kom Skafenn. Bjössi hefur bara skotið, engin opinn. Og aftur airból. Þetta var villa. Það hlýtur að vera. Sem að Róbert er komið með kælingu á öklan og virðist bara þar þjáður, þannig að þetta lítur ekki nógu upp. Nei, þetta er bara óskum honum allsins besta. Þetta er ekki gott að sjá. Við viljum að öll lið mæti í úrslitakeppnina með þessu besta liði. Já, algjörlega. Eins og við vonum í undir Gott spil, gott vörn. Og 62-45. Ármann upp í þrist, alltaf langur. Erum við að horfa á enn einn þriðja leiklutan, sögulegan þriðja leikluta hjá okkar mönnum? Tölfræðin segir okkur það gerist, en ég held að veit að strákarnir að þetta var að gerast. Ekki alveg hvað er í gangi, það er eitthvað oft í leik bara. Næstu leik, skræðin á hann. Skjöli upp í tekistega, hittir ekki, Jón var best í frákastinu, nærir hann ekki, lenda hann ekki inn í hana. Nei, sannlega ekki. Tölum træður, misöfnum sending. Já, við þurfum að fá aftur eitthvað smá, það veit að falla með okkur, eins og var að tímabili í öðrum leikluta. Já. Ármann kemur minna, Jón, trottu þessu drengur.
Það er tæknivill að Jónas prófaði ekki svona. Já. Hreiðar kemur honum út á Bergþór. Tólinn. Allt og auðvitað jumpir alltaf. Hann er bara sjálfvirkur á þessu færi. Dansaði Perek á miðlínni alveg. Ég get prófað að tala bara herra. Leikhlé. Leikhlé. Á ég að taka út með pítsuna? Já, takk. Með klubbuna þá myndi ég giska á að Ía hefði tekið þetta leikur. Ég sá það ekki, ég var auðvitað að Þetta er hvað, 19 stiga leikur. Það var 5 mínútur rúmar eftir af þriðja leikluta. Og leiðin ganga hérna til leiks aftur. Já. Staðan 66 47. Áskell keyrir upp með boltan. Nú þurfum við að fara að fá okkar skadamenn. Ég spila Áskell á Jónleik og ná mikið saman hana. Já. Garðar keyrir inn. Boltinn af Andra. Garðar var að hlusta og svo ætla að fara að hlaupa í vörn. Nú koma fjölusmenn. Frekjast eða Garðar. Jón að taka sóknarfrákast. Hann brennir af seinnaskotinu. Nú kemur þrýstu frá Fjölnir stuttur. Nú tökur Jón bara varnarfrákast. Frábær vörn hana hjá Garðari. Fjölnismenn upp með boltan. Fjölnismenn. Já. Við hérna erum aðeins að fikta í græðuna hjá okkur fyrir að ég detti svona út. Það tekist að karfa hjá Ía. Það með boltan, hann kemur direkt með frákastöðu. Kemur upp með boltan. Stólið bolti frá direkt. En það er, jú,
Skipting hjá Ía. Skipting hjá Skafanum. Elias komin á. Og Máni líka. Andri Tryggvason skot. Andri hittir ekki. En Colin með frábæra hreyfingu, nær ekki að klára en Bergþór skilar þessu niður. Þetta var vel gert af hann. Og Derek með langan þrist, hittir ekki. Það er að grípa sig einhver pínu örvænting hjá Skagamönnum. Og Colin fer á línuna. Setur fyrra víti niður 72-50, þetta er aftur komið yfir 20 stig eins og þetta var í fyrsta leikluta þegar að Skagamenn náðu góðan kafla og minnkuðu niður í 8 stig minnst. Hér Elias, það er áræðni í þessum strák, já, grimmur nú, kemur honum að Derek, hann brýtur nú Bergþór á honum en ekki dæm. Derek kemur honum inn á Siggarónar, maður hefur saknað Siggarónar svolítið í þessum leik, ég held að hann sé bara ekki komin á blað. Hann er útspil og þetta reynt eitt skot. Já, það er ýmislegt skrítið í þessu. Já, Derek með boltinn í horninu, kemur honum hér á Guðbjart Mána sem kemur honum ætlar að koma honum aftur á Derek en hefur það ekki af. Fjölnismenn með boltan, hér er Hreiðar, kemur honum inn á Colin er að spila mikið og skora mikið. 75-51 og Elias fær pick. Derek kemur honum inn á Guðbjart, hann ætlar að pósta hér upp, já, fær dæmda villu á Þorgeir og Skipting hjá Skafanum, Derek fær hún að Pild og Bjössi kemur inn á. Björn á Elias misti hérna augun á boltanum. Hann var heppinn hérna. Jæja, fáum við nýtt andlit. Inn á kemur leikmaður númer 10 sýnist mér. Það er Davíð Magnússon, Björn Steinar keyrir inn, kemur honum á Guðbjart sem að skorar alveg in the nick of time. Akkurat. Bjössi náttúrulega að spila þessi bolta. Elvar fær pick frá Colin og aftur Elvar. Hann er alltaf góð skipta til að fá svona opið skot.
Andri og Guðbjartur að leika sér þarna át á kanti. Elías, Sigurður Rúnar, Elías, við erum að koma boltanum á hreyfingu. Elías með flóter, frábærlega gert hjá honum. Frábærlega gert. Elvar inn á, nei, ekkert að vera það. 78-55. Síðasta mínútuna í þriðja hafi. Björn kemur hann beint á Elvar og sleppur honum með villuna þarna andra. Það Skaga með snöggið tilbaka núna. Davíð keyrir inn, kemur honum út á Þetta var ótrúlega vel gert hjá Elvari. Og Elvar upp í þrist og stuttur, en þeir ná frákastunum Davíð. Skal vera að taka þessum varnarfólkist. Já, þannig eru konar Þorgeir og leiktíminn liðin í þriðja leikluta. 78-55 fyrir Fjölnir. Þessi leikluti, sko ef við skoðum fyrsti leikluti 29-15, Skaginn vinnur leikluta 2, 25-23. En svo kemur þessi blessaði þriðja leikluti okkar, 26-15. Séðu svo komna pítsur í sjoppu. Og það er kannski þess verið að skoða stigaskor. Þar Derek skoraði ekki stig í þessum leikluta og ennþá með 14 eins og Áskell Jónsson sem er komin í 14 stig hjá Skagamönnum og Ármann Örn og Jón Orri með 6 og Elías Björn með 5. Hjá Fjölni Colin Anthony Pryor að eiga stórleik, 27 stig og þar að auki 8 fráköst. Hreiðar, Bjarki, Garðar, Bergþór allir með 10 stig og Elvar með 8. Frákastahæstur í leiknum Derek Sjás með 10 stykki. Garðar með 9 mest hjá Fjölni. Jæja, þá er einn leikluti eftir að þessu tímabili, Hannibal. Það er bara þannig fyrir IA, en það er úrslitakeppni framöndan hjá Fjölni. Og við skulum reyna að njóta. Sjá hvort við fáum ekki einhver smá fyrir aurinn hérna hjá heimamönnum. En það er greinilegt að Hjalti ætlar ekkert að láta Skagamenn ná sér eftir. Hann hefur spottað það að Skagamenn náðu þessu rönni í öðrum leikluta með Colin Pryor út af. Elvar með flott að körja hérna. Það er flott inn í hérna leik. Og Björn Steinar í spjaldið. Þetta eru ekki góð skot sem að við erum stundum að detta í. Hérna, Björn Steinar keyrði nú alla leið strákur og villa dæmd. Þetta var svona snirtileg villa hjá Elvari. Já, þetta var eiginlega bara reynslu vörn á móti reynslu sókn. Já. Sóknir vörn. Bjössi fer á vítalínuna. Það er nett. Og seinna Björn Steinar misnotar það. Davíð kemur upp með boltan. Sigmar Þorgeir. Elvar kemur honum inn á Colin. Þorgeir fram hjá Guðbjarti og frábær hreyfing hjá honum. Frábær hreyfing. Við erum að tala að Fjölnismenn eru að stefna í einhver 110 stig. Derek með erfitt skot. Óþreyjufullur. Sko í undanförnum leikjum að þegar að hafa með stundum, já Derek og Villa og Karva, þetta er skynsamlega gert hjá Derek hérna.
góð jafnvægi þegar Dóttir þessi búið á hann. Ég hef tekið eftir því í undanförnum leikjum hjá Skagamönnum að það sem hefur einkennt seinni hálfleikina hjá þeim að það á einhvern veginn hefur dottið upp fyrir það sem að hefur gengið vel oft í fyrri hálfleik eins og móti Valendaginn þar sem að fyrri hálfleikurinn var frábær og hann var frábær á hverjum ástæðum en síðan breyttist sóknarleikur liðsins í seinni hálfleik á einhvern undarlegan hátt og með þeir hægt að gera það sem var að virka. Inn á kominn Helgi Hrafn Halldórsson góðsögn í gráinum. Einn af öðrum vétugur. Já, við verðum þar sem við erum nú hér Ármann upp í þrist. Beintoni. Ja, eitthvað að gerast. Já, Helgi Hrafn á gríðarlega þakkir fyrir að hjálpa okkur á stað með IATV. Og við munum fagna ef hann skorar. Þá munum við hvísla þrefalt húrra. En Davíð brýst í gegn og skorar. Derek á Ármann, hann er hann. Sem var nálægt því. Koma, Elias nær honum. Kemur honum á Björn. Já. Bjössi á Ármann, Jón Orri, hann tók nú 1 þrist í síðasta leik. Hitti ekki notabenni. Og Derek misnundaskot. Þessi leikur er svona sjálfsagt mun fjara út í rólegheitunum. Býtu nú við, sóknarbrot á Þorgeir. Það var vel gert á að sjá þetta. Já. Sem að Elías Björn fekk hérna högg á andlitið. Skipting hjá Fjölni, það við heyrum þá að það er töluvert af Reykvíkingum hér. FSU er sennilega búið að tryggja sér sigur á Hamri í fyrra leik og frábær sending hjá Jón Orri. Jón Orri er svo sterkur þarna. Það er svo gott körfuboltaauga, hann er svo körfuboltagáfur. Já. Og svona fyrir það sem kannski ekki vita, Jón Orri náttúrulega byrjaði með seint að æfa körfubolta. Já. Fyrir ykkur sem er heima og eru kannski orðin 14-15 ára og það er aldrei fyrir. Algjörlega. Og ég tala nú ekki ef að menn hafa hæðina með sér. Jón Orri að villa, já. Þegar nú Jón að fara á línu og við erum talað Jón, það er náttúrulega víta skutin hans hafa verið að batna til muna og honum er ógeðslega gaman að hitta báð. Já, við skulum sjá hvort við fáum ekki 2 hnefa upp í loft núna. Það er óvægt að segja og það er engin lygi að Jón Orri Kristjánsson er með bestu vítanýtinguna hjá Skagamönnum. Næst bestu á eftir Derek þá. Á tímabili í vetur var hann með bestu skotnýtinguna. En hann er allavega að eigin sögn myndi hann örugglega að segja að hann væri besta vítaskittan. En Björn Steinan er frákastinu og Derek keyrir inn að körfunni, það er brotið á honum og leik. Þetta var klárvilla. Nú er Colin Pryor út af. Já, þá gerum við á. Það væri nú mjög fallegt og drengilegt af Hjalta að halda því bara þannig. Svona gefa þessum Skagamönnum sem að hafa fyllt liðinu í vetur eitthvað smá til að gleiðast yfir svona undir lokin. Munurinn komin í 20 stig, 86-66. En það verður að segjast líka eins og að Jón Orri berjast frákastið og nær að vinna innkastið. Frábærlega gert. Þá kemur Áskell inn á fyrir Elías og þá kemur Colin Pryor inn á. Er Hjalti að horfa á útsendinguna? Hvernig er þetta? Og Þorgeir farin út af fyrir hann. Það reyndi í smá stund að vera 6 en það er bara ná. Já. Þeir náttúrulega ætla sér að fara auðvitað inn í úrslitakeppnina á einhverjum svona háunóðunum. Derek með frábæran þrist.
17 stiga munur. Annað eins hefur nú gerst, Hannibal. Heldur betur, það að falla með þess að hverja kemur. Colin fer á Björn og það er brotið á honum, það er Jón Orri. Eitt sem að mér langar að benda ungum og efnilegum körfuboltamönnum á er að horfa á Jón Orra Kristjánsson inn á hvernig hann ber sig að við körfuboltan. Það er ekki bara hvernig hann spila körfubolta, þetta er hvernig hann kemur fram. Eitt sem að maður sér hjá allt og mörgum leikmönnum, sérstaklega kannski í neðri deilduna, þetta er sennilega örlítið skárra í úrvalsdeildinni, en þegar þeir brjóta af sér af réttu pendina viðurkenna svona smáatriði finnst mér bera vott sko fagmennsku. Mér finnst ekki töff við það að hrista bara hausinn og viðurkenna ekki brotin hjá sig. Já, sérstaklega ekki þegar menn gera það veitandi að hafa brotið. Já, sko Jón Orra Kristjánsson. Munurinn orðinn 15 stig. Hreiðar kemur inn að körfunni, kemur honum að Helga Hrafn og Helgi Hrafn, hann næri ekki að setja en hann tekur eigi frákast og ætlar aftur upp og það er brotið á honum. Ef hann ætlar að skora þá þarf hann að vinna sér það inn á vítalínunni. Það er augljóst. Og þetta verður spennandi að sjá. Það er leikhlé Skagamenn. Þá langar mig kannski að nota tækifærið og fara örstutt yfir. Vestramenn er nú búin að minnka muni gegn Val, það er 10 stiga muni núna. FSU er með yfir 20 stiga muni gegn Hamri. Já, og Fjölnir náttúrulega að vinna í það hér og leik Hattar og Breiðabliks er lokið. Ég ætla að gefa mér það að það sem ég sé með sigri Hattar 93-82. Mínir menn komnir í úrvalsdeildina nýju, þeir stoppuðu stutt í fyrstdeildinni á þetta skiptið. Þetta er frábær árangur hjá þeim. Það er eflaust margir sem að byggust við einhverju svona pínu hruni hjá þeim eftir að fjalli niður úr úrvalsdeildinni. Klálega, þeir listu menn og náttúrulega tókun Karpið sem búin að vera gríðarlega góður í vetur hjá Þór Þórðarsson að heldur kekaði. Já. Og Einsteinn fór í stjörnuna að vera til sko. Já, ég held að þetta hljóti að vera bara svona vitnisburður hæfileika Viðars sem þjálfara. Virkilega frábærlega þjálfa lið, vel skipulagt lið, skemmtilegt á að horfa og eru minni sveit í sóma, alveg klárt. Hei, hérna var nú eitthvað brotið á Jón Orra og Hreiðar skorar hinum megin. Jón Orri ekki sáttur en hann var snöggur fram aftur sko. Hann var kominn að 3 stiga línunni á Fjölni bara strax. Áskell, hann er búin að vera mjög heitur í þessu leikum Áskell. 88-74, það er eitthvað að fæðast hérna. Það Skagamunur langi klálega að vill á Jón Orra, sjáu þið. Eða var það Áskell sem braut á honum áður. Þeir keppast þetta. Áskell fær hérna Þetta sem ég nefndi á hann. Áskell hefur þetta sama til að bera, finnst mér. Prúður og það er það sem ég vil sjá sem áhugamaður körfubolta, hvort sem er á Akranesi eða annars staðar. Ég vil sjá menn koma fram af prúðmennsku hvar sem þeir koma. Jæja, Derek tekur frákastið. Erum við að fara að minnka þetta niður í 11 stig núna? Derek kominn inn með Hreiðar í bakinu og hann reynir að snúa hann af sér. Kemur honum á Sindra beint upp strákur. Sindri með gott skot og Andri með gott frákast en þarna var hann óopinn. Jæja. Aftur sjáum við Strákans og Sindra fá núna mínútur í leik þar sem við erum í rauninni, Skaginn er ennþá inni í. Og hversu verðmætt getur þetta verið eftir 2 ár, eftir 3 ár? Svona moment. Það er bara það sem þetta tímabil hefur verið að snúast í bryggju hauga, það er bara að leggja í reynsluvagnar.
Alveg klárlega og seinna vítið geigar en Colin fær að frákasti. Frekja í honum hann og hann frábær boltarheng hjá Fjölni og enda með öðru körfu. Það er sem þetta skutt með fyrir þannig að negir hann að löðilegt fyrir það. Og Jón fær hann. Þannig er hann hættulegur, skynsamur, Áskell með flóterinn sinn og það er honni. Áskell er búinn að eiga flottan leik. Áskell er búinn að eiga frábæra leik. Bergþór inn á Colin og Garðar keyrir. Ó, frábær! Þetta er annað varðarskotið hans, andra í kvöld. Áskell upp í þrist, snöggan þrist. Þessi hefði mátt detta maður. Uss. Þessi hefði mátt detta. Það er augljóst að Skagamenn er ekkert að gefast upp. Nei. Það er gaman að sjá. 15 stig og 3 mínútur. Bergþór stuttan jumper og við tökum frákastið þarna. Það er ýmislegt sem hefur vantað hjá Skaganum sóknarlega í kvöld. Til dæmis hefur Andri ekki náð að setja hann. En sem komið er. Kannski ekki fengi bestu skotin og dæmt skrifa hann hér. Ég er nú ekki langt að vana minna að setja þetta dómgjöfstöð. Þetta var skrítið skref. Já. Ég hef frekast svona séð ruðning þetta er skref. En við höfum nú aldrei lagt það í van okkar hér á Akranesi að gagnrýna dómgæsluna og við fyrir nú ekki að byrja því núna. Herriða, Hreiðar, Herriða Bergþór byrjaði leikinn gríðarlega vel, hefur aðeins haft hægar í svona seinni hlutann. Colin, hann er eitraður af þessu færi. Þetta er það virðist ofta ekki skipta neinu máli hvað menn gera til að reyna að stoppa þetta. Þetta skap og þegar það gerðir ára sem söldra. Kemur Þorsteinn Helgason inn á númer 11 fyrsta skipti í kvöld fyrir Jónora. Þá erum við konum með mjög reynslu lítið lið inn á. Þetta er virðingavert. Þannig erum við með Derek og æfingafélagana hans. Þorsteinn með gott pikk og það er Andri upp í þrist og þarna kom það sem vorum að bíða eftir. Þetta er ástæðan fyrir að hann er að skjóta. Já, 14 stiga munur. Kasper Sareba kominn inn á einni líka, ungur strákur í liði Skagamanna. En þeir eru ekkert að berjast við neina aukvisa, þessi strákar. Þetta er bara... Garðar, Hreiðar, Alexander Bergþór, Helgi Hrafn, en þá koma nýju leikmenn inn á hjá Fjölni. Ykkur Ólisson fyrir á fólka og þetta er ekki, en það er enda 5 inn á hana, þetta er alltaf... Já, Þorgeir, Sigmar og Davíð kom inn á, þeir eru með Helga og Garðari. Já. Garðar misnotar. Stemdi í stórsigur Fjölnis á tímabili í 3. leikluta og upphæfið þess 4. En Garðar misnota bæði vítin. Andri með fólkastið. Derek og Kasper kemur honum á andra langar í skotið. Þetta er erfitt skot. Hann má velja sér skotin betur. En þetta er klárlega náttúrulega reynsluleysi. Hann á eftir að læra þetta, velja skotin aðeins betur á köflum. En líka ég held að sé bara þessi leikur að spila á Fjölni og aðeins að alveg klárlega sína. Davíð á línunni. Þetta er Donni og þá komur skipting hjá Skagamönnum. Nei, leikhlé. Já, leikhlé. 94, 79 og 1.38 eftir. Já, það er 94, 79. Ef við hlaupum örstutt yfir tölfræðina, Derek hefur nú aðeins tekið við sér á ný.
23 stig hjá honum og 14 fráköst og 6 stóðsendingar. Akkurat, nálgast með þetta sett með 25 stig en hérna komið yfir í frákastum og stóðsendingum. Þannig að spila flottan leik. Hann er búinn að vera, það væri gaman að telja saman þessar tvöföldu tvennur hans í vetur. Það er erfitt að ná sér í þriðju tvennuna, það er að segja að ná stóðsendingunum upp líka. Sérstaklega hjá liði sem skorar ekki mikið. Akkurat, nú er athyglisvert lið innan hjá Skaminum og rauninni Fjölni líka. Já, herðu, það er minni spámenn. Já, Derek er komin út líka, þannig að við erum með Elías, Sindra, Guðbjart, Kasper og Þorstein. Já, og það fylgismennum er að Alexander, Davíð, Sigmar, Helgi Hrafn, náttúrulega Hókin af reynslu og svo Þorgeir sem er búinn að eiga flottan leik. Sindri fer upp í þrist, svolítið langur og það er baráttum frákastið sem endar hjá Sigmari. En ég ætla Hannibal að fá að víkja sæti fyrir ungri dömu sem að langar að fá að lýsa með þér síðustu mínútunni. Og hér er hún, Þorsteinn með skot, misnotar það en gjörðu svo vel, Hrafnhildur Helga. Það segir hvað líka. Hann setur niður, þetta maður, Helgi Haldarsson. Andar villa á Fjölnismenn. Hvernig líst þér á leikinn, Hrafnhildur? Vel. Það ekki? Jú. Þó að ég sé að tapa? Veit það ekki. Nei. En Sindri fer á línuna, það er 79-96 og 45 sekundur eftir, þannig að úrslitin eða sigurliðið er ráðið í þessu leik. Sindri fer að skuta niður. Og það setjum svo líka af. Fjölnismenn, Alexander, sendingu Helga, Helgi ætlar rættið aftur, hann er sjóta heitur. Komum tvær 98-82. Elías, Otto Sindra. Sindri, Væranöfn, smá klaps. Kasper og Elli. Máni. Eftir að Helgi frákast til 9 sekundur til. Alexander vill á Mána þegar 2,4 sekundur eftir. Fjölnir sem er búinn að skora 98 stig og það eru 2 vítaspyrnur eftir. Það er Davíð sem fyrir línuna, þannig að hann koma þessi í 100 stig. En það er bara að geta að Skagamenn hafa einu sinni farið yfir 100 á þessu tímabili og það var á leiðinni heim frá Selfossi. Og það er myndaði, það eru öryggismyndaðar á lögreglunum og það er það. Og þetta er dæmt illa og það er ekki farið 2 skot viðbót, leiktíminn í liðin. Staðan er 81-99, 2 skot eftir á þessu tímabili fyrir IA og þau eru Fjölnismanna. Sigmar Jóhann Bjarnason setur þetta niður. En leik er lokið. Sigri Tímabilið er lokið hjá Skagamönnum í ár, en við byrjum aftur að sjálfsögðu stræk í október. Vonumst til þess að fá ykkur á leiki frá okkur hátt. Við þökkum kærlega fyrir stuðninginn í vetur. Við myndum
sjálfsögðu á að reyna áfram Skagafirðinga. Jæja, Hrafnhildur, heyrðu í mér? Já, hvað, nú er tímabili búið hjá IA. Hvernig finnst þið búið að vera að ganga í vetur? Bara vel? Ágætlega, það er búið að vera svolítið stuð. Það er búið að vera svolítið stuð á körfuboltaleikjum í vetur, samt eða ekki? Já. En IA er samt búið að tapa stundum. Já. En hvernig heldur að IA eftir að ganga vel á næsta ári? Er eitthvað sem þú vilt segja við fólkið heima í stofu núna áður en að við kveðjum? Viltu kannski segja bless og takk fyrir okkur, við vorum IA TV? Viltu ekki segja það? Þá segi ég það bara, kæru áhorfendur, við þökkum kærlega fyrir samfylgdina í körfunni í vetur. Fylgist þið endilega með okkur á IA TV í sumar, þar sem að ráðgert er að fylgjast með kvennaliði Skagamanna að minnstakosti og einnig verða aðrar útsendingar á næstunni. Sennilega er næsta útsending mánaðamótin þegar að við ætlum að fá að sýna beint frá fimleika sýningu Fima á Akranesi. Fylgist endilega með okkur og hjálpið okkur að breiða út boðskapinum IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Takk fyrir okkur.